Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég ætla rétt að tjekka hvort ég sé ekki örugglega að nota rétta sourcin. Ég held að ég sé nú að gera það. Ég heiti Þórarinn Hjartarson, þið eru að hlusta á hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég veit ekki hvort þetta er. Þetta er live útgáfa á YouTube og ég ætla að sjá hvernig þetta gengur. Ég er ekki með mikið planað. Ég ætla að prófa mig áfram í þessu. Ég er ekki búinn að gera upp hugan hvort að ég muni hafa þetta klukkan 9 eða 8, en allavega sem stendur þá mun ég vera klukkan 8 á föstudagsmorgnum eða klukkan 9. Það bara kemur í ljós hvort þetta verður. En margt sem ég langar að ræða í dag. Eða svona nokkrir hlutir. Eins og segi, ég er ekki búinn að plana mikið, en ég ætla að fara svona yfir sem að mér finnst helst á döfinni. Ég hlustaði á Ingu Sæland í gær tala menntamálin og fyrir þá sem er áskrifundur þá náttúrulega var ég að ræða þetta í pælingu dagsins í gær, þar sem að ég var meitt að reifa það bara hvort að Inga Sæland sé sú hetja sem að við þurfum, og ég er farin að hallast að því. Ég er farin að hallast að því að Inga sé sú hetja sem að við þurfum. Hún mætti eftir að ég gaf út þátt í gær, þá kom hún í Kastljósið og sagði bara, þetta er að fara að gerast. Við erum að fara frá þessu bókstafskerfi og yfir í tölur. Og en ekki hvað? Þú veist, viljum við í alvörunni talað vera á þeim stað að við séum ekki að nýta bestu mögulegu tölur og fleira og gögn það hvernig börnunum okkar vegnar. Maður næri sig ekki, sko. Það er svo erfitt einhvern veginn líka bara að skilja það hvernig forystan, það er að segja kennaraforystan, telur sig ætla að ráða fram úr þessu. Foreldrar vilja náttúrulega alls ekki hafa neitt annað heldur en þessi tölulegu gögn. En ekki hvaða foreldri vill ekki hafa tölulegu gögn yfir það hvernig barninu sínu vegnar. Og ég ætla að ræða þetta núna eftir, en það er kannski svona að merkverðasta í dag er að núna var Landsbankinn, eins og þið sjáðu var að gefa út að hann telur að stýrivextir munu koma til með að verða 8,25% fyrir árslok, og þetta er með hreinum ólíkindum. Maður velti fyrir sér hvert við í rauninni stefnum. Það er svo að Landsbankinn gerir ráð fyrir því að hagvöxtur verði á bilinu 1,6 til 1,8% til ársins 2028. Ég held að þessi töluvert undir svona það sem að mun ganga og gerast í heiminum, þrátt fyrir það að þessi gert ráð fyrir því að það verði mikil hnignun. En bankinn gerir ráð fyrir því að verðbólga verði að meðaltali 4,8% og að stýrivextir verði hækkaður upp í 8,25%. Er þetta ekki 7,5 í dag? Sko, ég tel að við þurfum að rífa okkur í gang gagnvart þessari kulnun og þessu rugli. Ég held að við getum ekkert lengur verið einhvern veginn að keyra þessu algrími, að við séum bara með kulnun, að við séum bara einhvern veginn að vorkenna okkur til velmeðunar. Við eigum ekkert að gera ráð fyrir því að þetta muni eitthvað koma til með að skána á næstunni ef að við rífum okkur ekki í gang. Maður náttúrulega við getum alveg tala hvað var það verðbólguspár. Hvað varðar verðbólgu spáði bankinn því að meðaltalsverðbólga verði 4,8% og vísi til óvissu í Mið-Austurlöndum, og þá sérstaklega hækkun olíuverðs. Hversu umfangsmikil hækkunaráhrifin verða fer eftir því hversu langvinnt stríðið verður. Af hverju erum við ekki búin að hleypa Heiðari Guðjónssyni á Drekasvæðið? Pælið, hvað var þetta til umræðu fyrir náttúrulega fyrir löngu síðan, en svo aftur núna fyrir ekki svo löngu. Hvað ef við hefðum bara verið komin langt á veg í því að leyfa Heiðari að leita olíu? Þá værið við í töluvert betra standi, en nei, við hlustum ekki á það. Við einhvern veginn viljum bara halda okkur í þeim drauma heimi að við séum ekkert að nota olíu og við getum bara útfasað hana eitt fyrir og bang, og að það sé ekkert mál í rauninni að allur svona, óhreinn iðnaður sé bara í Mið-Austurlöndum eða í Afríku eða annars staðar, svo að við getum klappað okkur á baki fyrir það að vera á rafmagnsbílum. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég held að mun ekkert koma til með að ganga til lengdar, sko. Og þetta er nátengt því sem ég var að tala um upp á þau, sko. Að
að við erum að fara, ef við erum að fara að sjá 8,25% stýrivexti fyrir árslok, þá í fyrsta lagi þurfum við að fara að auka við verðmætasköpun, en líka bara að getum ekkert verið að borga ofan í þessi kulnunafrí. Af hverju er ekki kulnun meira á dagskrá? Af hverju er ekki meira talað það að kulnun sé eitthvað sem að er, sko, í fyrsta lagi samkvæmt tölum virk, eitthvað sem er ekki nærri mikið og við gerum ráð fyrir. Það er að segja að þeir sem að fara í kulnunafrí eru í lang flestum tilvikum ekki í kulnun. Ég held að séu, sko, ég sá tölur sem að voru 5,4% og 3,4% það hversu margir af þeim sem að færi í kulnun væri í kulnun. Og núna er ég múin að vinna, sko, hjá hinu opinbera í einhver tíma. Og ég veit að ég er eins og biluð plata fyrir mörgum að vera að ræða þetta, en það er með ólíkindum að við séum búin að búa þannig í haginn að við séum bara með fólk sem að segist ekki geta unnið eða vill ekki vinna, í flestum tilfellum náttúrulega vill ekki vinna, sem að bara fær borgað fyrir það. Fær bara borgað fyrir það að mæta ekki í vinnuna. Og við bara segjum já og amen. Og þetta vel lengri tíma. Svo geta við komið aftur í vinnu. Það var einn hérna, ég hef nú sagt þessu sögu áður, forstjóri sem að ég ræddi við, sem að sagði einfaldlega að, sko, bestu úrræðin til þess að takast á við kulnun væri að fara í hlutastarf. Það rannsóknir sýndu það að ef fólk fór í hlutastarf þá var það líklegra til þess að halda dampi og kæmi svo aftur í kjölfarið. En hún sagði svo að kerfislega þá samt getum við ekki verið að gera það, út af því að ef þú fer í kulnun og fer í hlutastarf að þá vinnur þig upp tíma. Það er að segja eins og svo að ég fer í kulnun í 3 mánuði, fer alfarið út í vinnu, kem svo aftur yfir í hlutastarf, að þá ávinn ég með rétt til þess að fara í kulnun aftur á meðan ég er í þessu hlutastarfi. Þannig að meiri segja með þessi fremstu vísindi gagnvart kulnunafræðunum að þá erum við samt ekki einu svona að takast á við það. Og við bara einhvern veginn sættum okkur við það. En athugið það, sko, að þetta er nátengt. Þetta er nátengt því að verðbólga, að stýrivexti fyrirgefið, verði 8,25% fyrir árslok. Það er staðan. Og eins og segi, kannski eigum við að skilið. Kannski eigum við bara skilið að fá þetta allt upp í, fá þetta allt í andlitið, sko. Afsakið. En ég eins og segi, ég held að þetta er fyrsta skrefið. Allavega líka, sko, ef við hugsum þetta, segjum svo að hormúsund og væringar í heiminum og allt þetta dót hafi mikil áhrif á það sem er að gerast hérna á Íslandi, að þá þurfum við samt líka að horfa til þess að, sko, þrátt fyrir það að þessi tveir kallar, Pete Hegseth og ég veit nú ekki hver hinn er, segjum svo að þetta sé eitthvað sem að er að valda þessum stýrivöxtum hér á landi. Hvað getum við gert til þess að það hafi sem minnst áhrif á okkur? Hvað getum við gert ef að við ætlum ekki að takast á við þennan veruleika? Hvað höfum við í okkar höndum til þess að sleppa við það? Það er það sem að við ættum bara að vera að spyrja okkur. Svo er það er eitthvað Vinnumálastofnun, óvissa í Miðausturlöndum. Það er náttúrulega annað sem kemur inn í þetta, er að kjarasamningsviðræður eru að fara að eiga sér stað í ofanálag, sem að þýðir það að ég veit ekki hvað Sólveig Anna ætlar að gera. Sólveig Anna náttúrulega stýrir, fyrir þá sem ekki þekkja, Eflingu, og hún er formaður Eflingar, og maður veldi fyrir sér, sko, hvað hún ætlar að gera í þessu, en aftur á móti þá hefur tónninn verið þannig að það er töluvert meira raunsæi í þessu í dag. Það er töluvert meira raunsæi í stéttarfélagsbaráttunni. Maður heyrir Villa Birgis líka talað það að það þurfi einhvern veginn að grípa í taumana án þess að það hafi verulega áhrif. En ég eins og segi, það verður ótrúlega áhugavert að velta þessum pælingum fyrir sér í sambandi við kjarasamningana. Því að það er náttúrulega mjög augljóst að kjarasamningar munu koma til með að falla núna á 1. september, 2 dögum eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í sambandi við ESB. Og þá bara verður það mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig það verður farið að því að, sko, hnýta þessa hnúta. Líka, sko, að þið pælið því, hvernig mun það fara í sambandi við, sko, stjórnmálin, það er að segja, hvernig mun ESB-umræðan verða út af því að forsendu ákvæði kjarasamninga munu koma til með að bresta. Þegar að
Forsetu ákveðið, eða það er að segja þegar þetta verður augljóst að forsetu ákveðið sé að fara að falla, það voru mjög áhugavert að fylgjast með því hvort það muni hafa áhrif á sko aðildarviðræðurnar eða aðildarviðræðurnar á ESB. Djöfull erum við á áhugaverðum tímum, afsakið blótsýrin. En það er mjög skrítið að pæla í þessu út af því að núna erum við að fara í sveitarstjórnarkosningar sem ég held að flestum sé bara alveg samum út af því að það er enginn að pæla í þeim. Ég segi svona, ég er að fara að vera með þætti þá og fleira. En hitt er þó áhugaverðara, sko, hvað áhrif munu þessi forsenduákvæði kjarasamninga hafa á ESB og öfugt. Og það er fjallað það í Morgunblaðinu í dag. Sjáðu að afstaða ESB, engin vafi aðlögun. Skjalið er ekki mikið að vöxtum en það hefur að geyma skýran ramma aðildarviðræðna. Og Andrés Magnússon skrifar ekki liggur vafi á því að aðildarviðræður við Evrópusambandið ESB fela samtímis í sér aðlögun að reglusafni sambandsins meðan á viðræðunum stendur. Þetta kemur skýrt fram í samningsstöðu afstöðu ESB þegar aðildarviðræður hófust árið 2010. Verði niðurstaðan þjóðaratkvæðagreiðslu í sumar sú að aðildarviðræðum, maður er komið svona Freudian slip, svona aðlögunarviðræður. Aðildarviðræður verði haldið áfram eins og lagt er til að standi á kjörseðlinum, verði fyrir að viðræðurnar teknar upp þar sem að frá var horfið í samræmi við afstöðu og markmið ESB og Íslands eins og þeim var lýst. Það er þetta mjög áhugavert. Ég var að horfa á þingi í gær. Þar var Sigmundur Davíð að ræða, takast á við Kristrúnu Frostadóttur. Þannig að það náði í fréttinnar að Sigmundur Davíð hafi eitthvað verið dónalegur, sko, og Þórunn Sveinbjargardóttir hafi verið að ávítan fyrir það að vera að bladra ofan í þá sem að voru að reyna hefja sér til máls í pontu. En þannig voru Sigmundur Davíð að ræða við Kristrúnu Frostadóttur og hann spurði einmitt sem að mér þykir reyndar vera mjög áhugaverð spurning ef ég á að vera hreinskilinn að sko hvað þýðir það að taka upp gömlu viðræðurnar? Við búum í allt öðrum heimi. Athugið það að þetta er fyrir, sko þetta er áður en að ferðamaðurinn tók svona mikið stökk. Þetta er áður en að allt varð töluvert öðruvís á Íslandi frá því að sko 2010 náttúrulega eftir hrun að þá tók mikið uppvaxtarskeið við tókum upp mikið uppvaxtarskeið einfaldlega út af því að við náðum að rétta ára kútnum og ferðamannaiðnaðurinn kom og svo náttúrulega eru önnur ævintýri eins og Keresis og fleira sem að koma í kjölfarið. En það sem maður velti fyrir sér þetta plagg er í gildi en afsakið menn að koma í hús það sem ég er að með stúdíóið. En hvað þýðir það að aðildarviðræðunum sé haldið áfram? Er það þá að bætir það okkar samningsstöðu? Auðveldar að ferlana, er það ástæðan? Maður velti alveg fyrir sér, sko, því að ég ef maður væri svona að koma að samningsborði hverskins aftur eftir að hafa bætt sína stöðu töluvert, þá myndi maður velta fyrir sér hvort að það væri fýsilegast að taka upp sömu viðræður aftur. Það er að segja, sko, því ef við erum að taka upp, ef að samningurinn er í gildi, erum við þá búin að samþykja einhver atriði í honum og er það þá búið að samþykja það undir þeim formerkjum hvaða ákvæði eru þar inni? Það er að segja með við þá stöðu sem við vorum í, er sú staða enn uppi? Ættum við þá ekki einmitt að vera að berjast fyrir því að aðildarsamningurinn sé alls ekki í gildi? Út af því að núna virðist að vera sem svo að báðir aðilar, það er að segja von der Leyen og við, séum rosalega spennt fyrir því að þessi samningur sé í gildi. En af hverju er von der Leyen svona spennt fyrir því að þessi samningur sé í gildi? Og er það ekki svolítið skrítið að þegar þú ert að gera hverskins samningaviðræður, sama hversu spenntur þú ert fyrir því að samningurinn verði í höfn? Er ekki svolítið skrítið að krefjast þess að samningur sem var gerður fyrir 16 árum, eða 15 árum eða hvað sem það var, að hann sé ennþá í gildi? Að hann sé ennþá eitthvað sem við ætlum að miða okkur út frá? Því að við erum með miklu betri stöðu og þá svona
ef maður leggur saman sem það verður bara áhugavert að fylgjast með því. En aftur að Ingu, sem eins og ég segi, hetjan sem ég vissi ekki að við þurftum. Því að sko, ef við pælum í, segjum svo að tökum einhvern svona sem að segist þykja menntamálin mikilvægt, tökum Snorra Másson. Snorri Másson gæti í rauninni ekki gert það sem að Inga að gera eins og Inga að gera það. Þetta frekar fyndið, sko, ég veit ekki hvort þið hafi fylgst með svona þingum eða öðrum, að þá þetta rosalega mikið, sko, eitthvað sem að, Inga náttúrulega lögblind og hún hefur alltaf verið á svona henni félagslega kerfi allavega í einhver tíma, ef ég að skilja þetta rétt, var hann ekki lögblind sem barn, og hefur verið svona að berjast fyrir þeim sem að minna mega sín og annað. Og þegar hún mætir á, sko, þetta, þegar hún mætir inn á þetta, að þá, það að segja þingið, sko, þá hún í þeirri stöðu að hún einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á að segja það, sko, hún á að tilheyra þessum hópi. En þetta náttúrulega einhver svona ákveðin elítustimpill alltaf. Það ákveðin svona elítumenning innan þessara þinga. Ég hef náttúrulega fjallað það áður, ég hef verið á svona þessum BSRB-þingum og maður svona verður svona, maður fær alveg að vita að þú ert ekki alveg einhvern veginn, hvað ég að segja, maður er ekki alveg velkominn þannig lagað. Ok, ég veit að ég fekk ávítur fyrir það að segja ég væri ekki velkominn á sting. Ég alveg velkominn. En svona hvítur miðstjættar karl, það einhvern veginn náttúrulega, þú veist, það meiðyrði á svona stöðum. Og þegar Inga að takast á við þetta, þá einhvern veginn geta þau ekki verið að sko taka henni þannig. Það væri miklu þægilegra fyrir kennarafórustuna ef hún væri hvítur karl. Og ef hún væri, þú veist, því að þetta snýst náttúrulega ekkert það að vera hvítur karl, þetta snýst það að vera ósammála. Þannig að ég held að þetta verði mjög, sko, ég með þar það kennari sem sendir á mig sem ég held að sé að hlusta með Ingu. Þá þetta sennilega bara það sama og kom upp með 2 kynjatali hjá Snorra. Flestir sammála en svo trompast allir því að Inga fer í taugarnar. Og þetta kennari sem sendir þetta á mig, sem að ég held í grunnskóla, afsaka ef ég að fara með fleipur þar. En ég bara sammálaðis. Þetta örugglega eitthvað þannig. Þetta samt öðruvísi, sko, út af því að það líka eitthvað sem að fyrir hendi innan þessa kerfir, þar sem að, sko, með svona þetta 2 kyn og Snorra Másson, þá var þetta miklu meira svona, þetta svona ekkert okkur án okkar, en í kennara, sko, elítunni þá þetta miklu meira hierarkía, út af því að ég held að svona flestir sem innan þess mengis sem með þetta sem að voru að segja að Snorri Másson mætti ekki segja að það væri til 2 kyn, að þá var þetta miklu meira svona fólk sem í það er ekki svona stöðluð hierarkía, held ég. Reyndar að segja samkynhneigðir karlmenn að þeir séu ekki lengur boðnir inn í að vera í þessu mengi lengur, en ég veit ekkert það svo sem. En í, sko, kennarasambandinu þá eins og þú sjálfur sem ert að senda mér þetta, sem ég ætla nú ekki að fara að segja hver að þá ert þú samt líka í þeirri stöðu að svona í mjög stóru mengi þeirra kennara sem alveg sammála því að það þurfi eitthvað að bæta úr skák. Ég held að það kannski svona aðalpunkturinn í þessu að, sko, kennarar þeir sem mjög svona að þarf einhvern veginn að taka utan þetta þannig að sko að kennarar fái raunverulega rödd. Því að alveg eins og með BSRB-þingin eða þing samhengis eða eitthvað þannig, þá þetta mjög oft, sko, ekki endilega svona hinni raunverulegu málsvarar þeirra sem í stéttinni Það er að segja til dæmis þeir sem að vinna hjá hinu opinbera, þeir ekki hrifnir af því að áminningarskyldan sé eins og hún í dag. Þeir vilja ekkert þurfa að sitja uppi með einhver trúð þar sem að einhver bara opinber starfsmaður segir bara
hagar sig eins og fífl í vinnunni, er alltaf einhvern veginn að klúðra málunum, er alltaf einhvern veginn að setja meiri byrðar á herðar þeirra sem að fyrir eru, en svo kemur stéttarfélagsforystan og segir nei, það þarf að passa að halda honum innan þess starfs út af því að okkur myndi koma til með að líða eitthvað óþægilega ef að hann myndi missa vinnuna. En í mjög mörgum tilfellum, núna hef ég unnið hjá hinu opinbera í 16 ár, í mjög mörgum tilfellum þá hefði maður einmitt vilja losna við einhverja mannesku sem hafði ekkert þar að gera. Og ég veit alveg að það er til hin hliðin líka. Það er til hin hliðin líka þar sem að manneskja er kannski búin að vera að starfa yfir lengri tíma, gerir ekkert af sér en er bara sparkað í einhverju endurskipulagningarferli út af því að hún var að fara að fá eftirlaun eða eitthvað svona, skilji. Og búin að ná ákveðnum aldri, búin að ná ákveðnum réttindum, búin að ná ákveðnum krónutöluhækkunum, þar að segja launakjörum sem að ung manneskja sem er 19 ára fengi ekki. Ég veit alveg að þetta er líka til í dæminu, en ég held aftur á móti og ég veit sko allir eins og með Sólveig Önnu, hún er búin að vera kvart yfir þessu sérstaklega hjá sér, en innan hins opinbera að þá er þetta ekkert eitthvað sem að getur gengið til lengdar án þess að það hafi þau áhrif. Í fyrsta lagi náttúrulega eins og við vorum að tala áðan að stýrivextir koma til með að hækka því að þetta setur kergin í kerfið, en líka bara það að við séum með kerfi sem að er raunverulega að virka. Skilvirkni hjá hinu opinbera er bara alls ekki nógu góð og það má alveg velta því fyrir sér sko af hverju það er, af hverju við erum ekki að krefjast þess að skilvirknin verði einmitt betri. Þess vegna finnst mér sko, svo við dreifum aftur á punktunum með Ingu sko og Snorra Másson, já, það er alveg rétt að það gæti verið þannig að Inga sé að upplifa það sem Snorri Másson upplifði í kringum 2 kynmálið. En ég held að þetta er samt ekki eins. Í fyrsta lagi náttúrulega misti fólk algjörlega vitið þannig í kringu Snorra. En í ofanalag sko þá er þessi hierarkía sem er að halda svona ákveðnu skjólhúsi á narratífi sem ég held að flestir í þeim hópi sem við erum að tala það er að segja kennarar, er ekkert sammála um. Þeir eru ekkert sammála um það að það er einhvern veginn bara að viðhalda þessu kerfi og að bókstafir séu raun betri. Það var reyndar á viðtali í Speglinum í gær, þar sem var rætt einmitt þetta að það var kennari sem sagði ég var á móti þessu kerfi til að byrja með, en ég er svona aðeins komin svona á það að skilja þetta og börnin svona skilja þetta aðeins, en ég meina hvernig erum við að staðla þetta? Eigi ekki bara allir að skilja þetta? Eigi ekki bara allir að skilja það hvernig kerfið virkar og við fáum tölu, hvað er það sem að A, B, C, D getur sagt mér sem að tölur get ekki sagt mér? Og af hverju fær maður ekki svarið við þessum spurningum? Þetta er sama eins og með bara með samning aðildarviðræður. Af hverju fáum við ekki bara svörin við spurningunum? Hvað er það sem að þessi bókstafir segja mér sem að er svona frábært? Ég næði ekki. Ég næði ekki af hverju þetta er svona ótrúlega mikilvægt út af því að það er ekkert sem að bókstafir segja betur heldur en tölustafir. Og það er bara þannig. Fyrst við erum að tala Snorra Másson, þá var önnur frétt sem heitir og þetta er frá því í gær, Fuck the Queers og fullt af atkvæðum. Ég er mikill aðdáandi Jóhannes Þórs. Ég er mikill aðdáandi, hann er stjórnarformaður samtakinu 78. Ég hélt að hann væri formaður, ég er búin að vera að kynna hann þannig í svolítið langa tíma. Hann er samt það er þessi maður og hann er svolítið pönkari ég ber virðingu fyrir því, en hann er ósáttur, og það sem fyndið er að hann er eins og stendur fyrrverandi aðstofamaður Sigmundar Davíðs og hann ég held hann sé mjög ósáttur með hann í dag samt, en hann segir að eða Snorri segir að þetta hann fór upp í pontu í gær
og var að tala á Alþingi og hann talaði að það væri krafa hugmyndafræðilega undirgefni að flagga regnbogafánunum í öllum skólum og stendur hérna að það eina sem ég sé hér á Facebook frá miðflokknum þessa dagana, þetta er sérst Jóhannes Þór núna, rétt fyrir kosningar væl frambjóðandi og þingmanna yfir regnbogafánum í skólum, hvort sem innan eða utan hús, skrifar Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar í stuttri færslu á Facebook. Já, hann er þess að tala líka, hann er framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Jóhannes hefur starfað sem stjórnarformaður í samtakanu 78, bla, og hann segir, sem sé stefnan í þessum sveitastjórnarkosningum að fleita bara kerlingar í populismaöldinni, fuck the queers og fullta atkvæðum vegna þess að þannig lítur þetta út, gott fólk. Mér finnst þetta reyndar alveg fyndið hjá honum, sko, og ég get ekki bara hort hérna, ég held að sé kveikt á því, ég ætla að setja hérna, ég ætla að spila fyrir ykkur færslu. Í sambandi við menntamáli þá hefur maður orðið var við nokkra umræða undanförnu skólabyggingarnar og svona regnbogafána utan við skólabyggingarnar, regnboga, transfána ýmiss konar. Ég minnist nú heimsóknar minnar og hæstvirts ráðherra í nýlegan skóla í Reykjavík þar sem að við fórum einhverju kjördæmavikunni, hvort það var í fyrra, þar sem það var nú ekki bara fáni fyrir utan heldur hver einasti starfsmaður með hálsband með starfsmannakortinu, með regnbogalitunum, flenni stórir regnbogafánar á bókasafninu, flenni stórir auglýsingar fyrir svokallaða hinsegin félagsmiðstöð fyrir allt niður í 5. bekk, minni mig, 7. bekk eða 5. bekk og félagsmiðstöðin alls sett í svona regnbogalitum. Svo er það samtökin 78 sem eru auðvitað félagasamtök sem eru með mikla samninga við sveitarfélögin og hið opinbera, eru auðvitað með afar sérstakar hugmyndir á ýmsum sviðum sem almenningur deilir ekki öllum. Það eru tugir milljónir ára sem fara í þetta, kirkjan fær á sama tíma ekki að fara inn í skólana og maður heyrir töluvert frá foreldrum að þeim finnst þessar hugmyndir og þessi fræðsluáróður svokallaður ekki alveg eiga heima alltaf inn í skólum. Sumir hafa gengið svo langt að færa nemendur sína börnin sín til á milli skóla þar sem þetta er skárra. Og ég vildi forvitnast hvað hæstv. Ráðherra fyndist þetta. Það er alltaf látið eins og þessi fánar séu bara þessi miklu tákn umburðarlyndis, en í núverandi mynd þá finnst mér mun frekar að þessi fánar líkist stundum frekar tákni ákveðna svona hugmyndafræðilega kröfu, hugmyndafræðilega undirgefni, svona hlýðni að ekki sé gerð athugasemd við þetta sem orðið að svona hálfgerðu veraldlegu trúartákni, en látið vera fyrir utan skólana, jafnvel leikskólastundum. Væri ekki nær að mæta hæstv. Ráðherra að sleppa þessu í skólabyggingum, lætur vera almennt opinberum byggingum en skólabyggingum og hafa frekar íslenska fánann sem ég teldi nú fara betur á. Við segjum nú í Miðflokknum, þetta er ekki flókið, burt með vókið. Væri forvitnilegt að vita hvað hæstv. Ráðherra þykir þetta. Ég var reyndar að gefa það það, þetta er frábært slagorð, þetta þarf ekki að vera flókið, burt með vókið. En hérna, sko, já, ég skil alveg hvað Jóhannes Þór er að segja, en ég er samt líka sammála Snorra í þessu út af því að það er rauninni ekkert við mig eða mitt einkenni eða annað sem að gera það að verkum að ég myndi krefjast þess að fá að flagga einhverjum fánum. Og þá er þetta að segja, nei, það er út af því þú ert ekki búin að upplifa neitt, þú ert hvítur, cis-heteronormatífur og fatlaður karl. Þannig að þú þarft ekki að vera að flagga einhvern fánum út af því að þú ert ekki búin að þurfa að berjast fyrir þínu lífi. Og ég bara, já, ok, fine. En það breytir því sem ekki að sko maður velti alveg fyrir sér hvort að þessir fánar séu að gera nákvæmlega það sem að þú telur að þeir séu að gera. Maður velti alveg fyrir sér hvort að fánarnir séu að auka hið raunverulega umburðarlyndi og ég svona hallast að því að svo sé ekki. Ég einhvern veginn skil ekki alveg hvernig fólk ætlar sér að sinna þessu svona út í hið ysta út af því að maður einhvern veginn, þú veist, sagt að hatri sé að vera meira, en ég meina, fólk er bara að verða pirraðar yfir þessu og eitthvað af því hefur að gera með fánana, því miður. En ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag. Þetta var náttúrulega eins og þetta var testrun, en ég ætla að vera næsta föstudag
klukkan 9 þar sem að ég verð með aðeins betra skipulag. Ég hellti hérna niður eins og einhver trúður hérna rétt áður en ég byrjaði að taka upp og var svona að rissa þessu upp, en það var líka svolítið hérna, ástæðan fyrir þessu var bara að ég vildi sanna fyrir sjálfum mér að ég gæti þetta. Þannig að ég vil endilega bara að þið hakið í subscribe á þessa rás, en svo með þið líka gerast áskrifundur á partus.is/einpæling, en þannig fáið þið allt efni hlaðarsins á undan öðrum og án auglýsinga. En bara takk kærlega fyrir að hlusta og þangað til næst.